Velkomin á námskeiðið Hámarkstímastjórnun í námi. Hér á næstu 4 vikum ert þú að fá verkefni og myndskeið þar sem ég er að leiða í gegnum það hvernig þú getur náð betri stjórn á tímanum í náminu, hvaða leiðir áttu að beita og hvernig getur þú haft mun meiri yfirsýn yfir það nám, sama hve flókið, sama hve yfirgripsmikið námið þetta er, sama hve mikið álag er á þér, hvernig hefur þú tök á því að hafa meiri tíma og sinna betur þeim verkefnum sem eru hjá þér. Ég mun taka til dæmis fyrir í upphafi hvernig þú átt að halda bókhald yfir tíman og af hverju ættir að halda bókhald. Ég mun skoða til dæmis af hverju hefur ekki náð að hafa haft stjórn á tímanum hingað til. Hvað hefur raun að vera að halda aftur að þér? Hvað aðferðum getur þú beitt til þess að ná þessari stjórn betur á þína hendur? Ég mun skoða strax með þér af hverju áttu að nota dagbók. Af hverju er svo mikilvægt að vera með dagbók þar sem þú ert að skrá niður dag fyrir dag þau atriði sem skipta helstu máli, hvaða skref þarft að klára í dag til þess að færast einu skrefi nær, til þess að klára daginn í dag og komast nær markmiðunum þínum, af hverju skipta markmið í námi miklu máli, af hverju þarftu að vera með markmiðun á hreinu, hvað er keppikeflið þitt, hvað er það sem að keyri þig áfram. Ég mun koma líka inn á það hvernig þú getur notað skipulagsforrit eins og Google Calendar til þess að hjálpa þér en þú getur notað Outlook eða bara venjulega dagbók en þú þarft að vera með það. Hvernig getur þú notað svona skipulagsforrit til þess að hjálpa þér, til þess að vera aðeins markvissari, aðeins að nýta tímaðinn aðeins betur heldur en áður. Ég mun líka skoða hvernig þú getur notað hugarkortaforrit eins og til dæmis iMindMap til þess að vera aðeins einbeittari. Hvernig þú getur notað til þess að setja upp og forma vinnu fyrir kannski stór verkefni eins og ritgerðir og jafnvel þegar það er mikið álag í gangi að finna hvar þarftu að beita rauninni í kröftum þínum, hvar skipta þér mestu máli. Og við getum oft notað hugarkortaforrit til auðveldlega til þess að byggja upp og skýra stór verkefni og þegar álagið er mikið að einfalda hlutina fyrir okkur. Ég mun líka kíkja á það af hverju er einbeitingarleysi þitt eingöngu ávani, af hverju er þetta ávani sem þú hefur bara byggt upp hjá þér gegnum tíðina og þú þarft að læra að slökkva á. Hvað er það í umhverfinu þínu sem er að stoppa þig, sem er að trufla þig? Og hér er ég að tala það eru símar, það eru tölvur, það er hitt og þetta sem getur verið að trufla okkur í okkar daglega lífi og þetta er einbeitingarleysi sem er að koma upp vegna þess að við höfum vanið okkur á, við höfum lyft honum að vera vandamál og ég ætla að útskoða með þér af hverju þú þarft að reyna að breyta þessu, hvernig getur við breyta þessu. Ég mun líka kíkja það með þér hvernig þú hefur nægan tíma. Þú hefur í rauninni allan þann tíma sem þú þarft til þess að klára, að undirbúa öll verkefni, að klára allan lestur, að komast yfir allt það efni sem þú þarft að klára yfir önnina eða fyrir verkefnið. Þetta er bara spurning um það hvernig nýtum við hann, hvernig getum við nýtt hann aðeins betur og fengið aðeins meira úr okkar 24 stundum yfir daginn. Og einfallega hvernig náum við í 2-5 aukastundir yfir vikuna, hvernig höfum við tök á því að fá inn fleiri vinnustundir, fá inn fleiri stundir í lesturinn eða til þess að sinna verkefnum eða bara einfallega til þess að sinna okkar eigin svona engalífi, félagslífin okkar, sinna fjölskyldu eða vinum með einhver slíkt betur. Og þetta er allt saman hluti sem ég mun taka á næstu 4 vikum. Ég mun senda verkefni og þú ert að fá myndskeið í leiðinni sem er að leiða því í gegnum og útskýra. Vertu duglegur að hafa samband eða koma í vangaveltur en látum þetta duga í byrjun.